Sæl og blessuð. Ég heiti Kristín Jónsdóttir og kennslukona og dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands og gestur minn í dag Þórdís Jóna Sigurðardóttir sem forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Vertu velkomin Þórdís. Takk fyrir. Mér langar til þess að ræða við þig verkefni miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu, sérstaklega þá námskrármál og námsmats. Og það sem ég svona svolítið mikið að hugsa akkurat hvernig það snýr ykkar starf að kennslu og kennurum af því að nú orðið til gríðarlega mikið af stuðningsefni með aðalnámskrá grunnskóla og stuðningsefnið svona á mínu viti nánari útfærsla á aðalnámskráni, það birtast þarna ný hugtök sem koma upp á yfirborðið eins og námsmarkmið og í þessu felst töluverð túlkun auðvitað á áherslunum. Og það skólapólitískt stefni og mig langar svolítið að spyrja einmitt út af því að það pólitískt. Hver það sem mótar stefnunina í þessari túlkun? Það þið? Það ráðherra? Eða ráðuneytisfólk? Hverjir móta þessa stefnu á túlkunni? Já, þetta bara gríðarlega áhuga spurning. Takk fyrir. Í stórmyndinni eins og þú segir, aðalnámskrá mjög pólitískt plagg. Já. Og þess vegna fer það einmitt í gegnum Alþingið. Og eitt af þessum sem maður þarf svolítið bara að skilja bakgrunn á bakvið hvað aðalnámskrá og mér hefur fundist í gegnum tíðina að hún ekki hafa kannski alveg nógu stórt sæti eða vægi í allir umræðu skólamál því að þetta í raun og veru biblían okkar. Af því að þetta sérst plagg sem að hefur reglugerðar ígildi og er birt í stjórnartíðindum. Þannig að þetta ekki eitthvað sem að hægt að vera að breyta frá degi til dags, heldur þar bara umfjöllun Alþingis og síðan bara birt í stjórnartíðindum og ráðherra sem ber ábyrgð á aðalnámskrá. Okkur sérst falið fyrir hönd ráðuneytisins að útfæra ákveðna þætti. Og það má segja að eins og við þekkjum flest, þannig að 2011 verður þetta gríðarlega mikið breyting á aðalnámskrá. Hún fer úr því að vera meira þekkingamiðuð í því að fara í hæfniviðmið. Og hæfniviðmið þá svona leið til þess að reyna að samræma betur hvað og eftir hverju verið að sækjast. Og hverju við erum að stefna að. Og að það sé meiri þá samræmi á milli skóla í bara landinu og þetta má segja hafi verið ansi góð sending inn í skólana og ekki með neinni útfærslu það hvernig ætti að útfæra þetta. Þetta 2011 Já. Og sem aftur svo uppfært 2013 og bættu við hana 2013 og þetta hefur svona kannski verið svolítið heitt kartafla og hefur endað með því að hver og einn skóli hefur reynað að finna sína leið. Plús það að síðan hafa námsumsjónarkerfin verið að útfæra sjálf og alein og í algjöru tómarúmi þessa aðalnámskrá og setja hana fram á ákveðin hátt og bæta við litum og öllu þessu. Þannig að það má segja eins og oft þegar það kannski of mikið frelsi að þá verður svona ákveðin litbrigðin verða of mikil og það næst kannski ekki þetta sem aðalnámskráður ætla að ná, að það að ná fram þessu samhæfingu og samræmingu á námi og kennslu. Þið þá kannski að taka svolítið til ykkar þessa samræmingu frá námsumsjónarkerfunum, frá skólunum? Já. Það ansi stórt skref og ræður þá ekki miklu hvað að fólk akkurat vinnur verkin hjá ykkur? Jú, alveg sannarlega og við fengum til liðs við okkur, til dæmis þegar við vorum að endurskoða greinasviðin sem var alveg rosalega mikil vinna og fengum við mjög stóran hóp kennara. Kennarar höfðu kvartað mjög mikið yfir því að hafa ekki fengið að koma að gerð aðalnámskrár. Já. Það hefði verið of svona langt frá því, of mikið, svona öðrum stöðum í stjórnkerfinu. Þannig að við ákvaðum að hlusta á það og fengum kennara mjög mikið til okkar, aukast að vinna með
með menntavísindasviði að þessari þróun og við höfum gert það líka núna í þessu stuðningsefni að við erum að vinna það út frá þeirri hugsun sem lögð fram. Við reynum að gera það mjög lýðræðislegan hátt, þannig að við höfum líka verið að taka ábendingum það sem að hafa kannski komið upp svona skiptar skoðanir hvernig eigi að vinna með hlutina og það skiptir okkur líka gríðarlega miklu máli að við séum ekki að segja hvernig eigi að gera hlutina, heldur hér erum við með viðmið, bara eins og við getum sagt okkur við erum eitthvað viðmið það eigi að labba upp á eitthvað fjall, við erum ekki að segja hvernig eigi að gera það. Það eru margar leiðir til þess að þarf að gera það ein er stikuð. Nákvæmlega. Þið eru að setja upp stikuðnar. En svo stígum bara hratt yfir í námsmati. Nú hefur verið unni gríðarlega mikið starf hjá ykkur í sambandi við bæði lokamat og leiðsagnamat og matsferill er nýja hugtakið sem heldur utan öll þessi mælitæki. Er þetta svar við ákalli meiri mælingar, meiri áherslu á að vita nákvæmlega útkomu náms á hefðbundinn hátt? Einmitt. Þetta er þetta margþætt. Þetta byggir líka á, ég held að þetta sé Íslandsmet í samtali og samvinnu á einhverju er þessi niðurstaða að matsferill sé það sem að muni hjálpa skólastarfinu mest, muni auka gæði kennslu, auka gæði náms. Matsferill er svona þetta yfirheitið, eins og þú segir, yfir margar tegundir af prófum. Já. Og við erum búin að vera með lesfimina í mörg ár, það verður það bara hluti af þessu og svo erum við með stuðningspróf og svo höfum við áhuga á að vera með meira greiningarprófum og meira af stuðningsprófum. Það sem við erum að gera núna og er að fara af stað fyrsta skipti í mars er stöðu- og framvindupróf. Og stöðu- og framvinduprófum eru hugsuð til þess að skoða framfæri nemenda. Þau eru í lesskilningi og í stærðfræði. Þannig að þetta er á engan hátt próf til þess að meta gæði skólastarfs í heild sinni. Nei. Bara svo að það sé algjörlega ítrekkað Já. og þessi prófum er ekki ætlað að vera stýrandi það hvað verið að kenna. En þetta eru þessi nýju samræmdu próf sem að fólk talar núna að sé búið að samþykkja að komist á. Þess að þetta ákveðin próf eða mælitæki úr matsferli skuli allir taka. Já. Er það rétt skilið? Jú, það er þannig að í 4., 7. og 9. bekk að þá er skylda að leggja prófum fyrir. Það var auðvitað ekki upphaflega hugsunin með þessum prófum. Þau eru frá 4. bekk og í 10. bekk, þannig að þetta eru 7 ár sem að kennari hefur þá þetta tæki til þess að skoða lesskilningin og þessi próf eru mjög mikið að tala inn í PISA-prófin. Það sem er verið að prófa þar varðandi bara svona djúpa lesskilning og við getum nokkuð sammælst það að við höfum ekki verið dugleg í að prófa þetta. Þannig að núna erum við kannski einhver leyti að senda þau skilaboð. Það er mikilvægt að vera að kenna börnum lesskilningin því það eru þessi greiningarhæfni og fleiri þættir og ekki bara í þessum bókmenntum heldur á fleiri sviðum. Þetta er ekki lokamat. Nei. Og verður aldrei nota sem lokamat því að þetta er lesskilningur og stærðfræði. Já, en nú er lokamat hluti af tilmælanum sem námskrá færir okkur sem erum í skólanum. Einmitt. En má þetta þá ekki vera einn þáttur í lokamatinu eins og eitthvað fleira? Já, það er svolítið spurning. Já, þetta er ekki eina lokamati. Nei, af því þetta tekur svo lítinn hluta af aðalnámskrá og allir þeirri hæfni sem að við viljum sjá að nemandi hafi öðlast. Þannig að það væri þetta hægt að segja, já, inn í lesskilning gætir nota þetta sem hluta af lokaeinkunn í íslensku. Nákvæmlega. Og þetta er hluti af stærðfræði og þú ert örugglega að meta stærðfræðina líka á fleiri hátt heldur en bara það sem að þetta próf mælir. Þannig að þetta að geta líka þá verið að skoða inngripin. Þú sérð að barn er ekki ná nægilegu framförum. Þú sem kennari ferð í ákveðin inngrip
og sér þá næsta ári, barnið að hækka eða hvernig eru þessi inngrip að skila sér. Og við sem samfélag munum þá líka vera að læra miklu meira á það. Já. Þessi ólíkum inngrip í ólíkum aðstæðum. Já, og ég verð að segja, sko, fyrir mína parta sem áður kennslukona og núna kennslufræðingur á menntavísindasviði og í kennaramenntun, þá ég mjög ánægð með að í þessum ákveðnu þáttum fáum við mælingu yfir allt landi. Ég held að það hjálpa okkur og kveði svolítið niður þessar gróusögur til dæmis að einhverjir séu frábærir og aðrir séu ömurlegir. Akkurat, og verðbólga einkunnina og allt þetta, þannig þarna fáum við svona, getum við fengið svona smá viðmið. Þannig að ég bara til dæmis foreldri sem að finnst að kennari kannski sé ekki gefa nægilega góða einkunn, að þá getur þetta svona, ef að einkunnin langt frá þessu, þá hugsanlega hefur foreldri eitthvað til síns máls þó að það þurfi ekki endilega að vera þannig, en þú veist, þetta gæti orðið svona smá svona viðmið. Já, en þá eru kannski að koma inn á alls konar hluti eins og prófkvíða og eitthvað sem voru einmitt rökin gegn hinum gamlu samræmdu prófum. Grýla þeirra hefur svolítið vaknað. Já, en á sama tíma þá núna semst prófaglukkin 4 vikur. Já. Og foreldrar vita ekkert hvaða dag barnið að fara að taka þessi próf, en þeir eru bara hluti af kennslunni og af matinu, þannig að barnið fer í prófið og þú veist, og það bara hluti af, eins og segi, bara daglegu skólastarfi, sko. En þá það svolítið í mótsögn að fara síðan að birta þessar einkunnir alveg niður á skóla í ákveðnu sveitarfélögum. Það getur bara verið mjög, það vægast sagt villandi niðurstöður. Já, það eru mikla mótsagnir í því. Villandi niðurstöður, já. Og alveg viðbúið að fasteignasalarnir taki upp þráðinn og svo framvegis og svo framvegis. Það er mjög mikilvægt að það sem við munum gera, við munum birta miklu meiri upplýsingar til foreldra. Já. Og þú veist, við lítum svolítið á, hverju eiga þessar niðurstöður erindi. Akkurat. Og þau eiga fyrst og fremst erindi við hagaðila barnsins. Þú veist, hver getur stutt barnið á sinni vegferð. Og það þarf auðvitað að vera þá foreldrar, það kennarinn, það skólastjórinn og það sveitarfélagið. Og síðan getum við sem samfélag auðvitað þurfum að skoða, þú veist, á hvaða vegferð menntakerfið okkar og allt það. Já, og þessar upplýsingar svona koma inn í það ásamt fleiru. Já, þannig við munum birta miklu meiri upplýsingar stöðu og framvindu barnsins á öllum þessum prófum sem við erum að taka, bæði lesskilningi og starffræði og setja þetta í smá samhengi, hver staðan Kennari getur séð hjá sér að því nú erum við að fara að brjóta öll prófin miklu betur niður. Þannig að barn getur verið að ná góðum árangur á einum hluta prófsins á meðan að kannski annar hluti prófsins kannski meiri áskorun. Þannig að kennari getur líka séð kannski að kennarin ekki að leggja nógu miklu áherslu á ákveðna þætti sem prófið að skoða. Þannig að þetta getur verið svo óbúslega mikil endurgjöf ef að prófið notað á réttan hátt og fyrir skólastjórn að sjá, þú veist, eins og við vorum í pröfu núna, eða forprófum prófinu öll núna í vor, þá sáu til dæmis að skóla sem voru að standa sig rosa vel upp að 8. bekk í lesskilningi. Þá allt í einu var eins og áherslan væri bara hætt og börnin voru bara að fara niður í sömu skólum. Já, og þetta góð punktur vegna þess að já, þetta hafa menn þetta ekki búið, sko. Nei, að við þurfum að leggja áherslu á miðstigið og unglingastigið ekki síður. Þannig að fyrir skólastjóra að sjá þessar upplýsingar, þetta eru bara mikilvæg skilaboð fyrir sveitarfélagið, hvernig getum við stutt kennara betur þá í að kenna þetta þarna og þessa ákveðna þætti eins og segi sem eru þá niðurbrotum hvort það á orðanotkun, hugtakaskilningur og allt þetta, sko. Já. En þú náttúrulega benda á annað risaverkefni með þessu. Við erum búin að tala námskrána og allt stuðningsefnið og námsmarkmiðin og svo nýja matsferilin og öll þau fínu tæki, en þá það í rauninni þriðja verkefnið að innleiða það að þetta verði notað og styðja við túlkunina. Ég vissum að þeir eru búin að hugsa það, ég ætla ekki að spyrja hvernig þið vaðið út í það. Nei, en ég ætla samt aðeins að fá að segja, þú veist, að svona motto okkur í þessu öllu saman þú veist, það til einskis að mæla ef þú ætlar ekki að nýta niðurstöðurnar. Algjörlega. Þannig að við munum ganga mjög hart fram í því og þá og það að fara auðvitað í allar áttu með það. Auðvitað í fyrsta lagi þarf það að tengjast innra mati skólans. Hvernig þessar niðurstöður eru nýttar þar. Já. Í öðru lagi þarf auðvitað þá að gefa kennurum námsefni sem að hentar þá barni á þeim stað til þess að grípa það sem að þarf að bæta og laga. Já, og ég myndi bæta við,
Það er mjög mikilvægt að kennarar hafi þá tækifæri líka til að bæta við sig. Einmitt, Einmitt starfsþróun. gegnum starfsþróun og Akkurat. skólaþróun af ýmsum toga. En svona ef við horfum á þessa heild og hvað við erum búin að tala erum við þá ekki að sjá að það er svona á heildina litið orðið miklu meiri áhersla hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem undir stofnun ráðuneytis á námsárangur. Já. Umfram það sem að við höfum séð til dæmis í bara rannsóknum frá síðasta áratug þar sem bæði foreldrar, kennarar og skólastjóra vildu leggja mest áherslu á vellíðan barna. Einmitt. Er þetta ekki ákveðið mótsögn? Nei, við lítum á okkur sem þetta sterka bakland skólasamfélagsins. Þannig að við lítum á að við viljum vera með tæki og tól og verkfæri til þess að kennarar geti staðist það sem að aðalnámskrá ætlast til af þeim. Til þess að kenna þá hæfni sem að farið er fram á í aðalnámskráni og við erum að styðja við það. Það eru gerðar hellingskröfur. Já, það eru Til kennara og til barna. Já. Þannig að við erum að segja, við erum sátt við þetta, við erum sátt við það að þetta sé viðmynd, hæfni sem við viljum að þau nái, við ætlum að gera það sem þarf til þess að það sé og eitt af þeim verkefnum er líka að vera í tilraunaverkefnum með gervigreindina. Já. Og þar einmitt erum við alltaf að sjá, allt sem gervigreindi gerir þarf að tala inn í aðalnámskrá. Þannig að aðalnámskráin er bara biblían okkar og við segjum bara, ok, hvernig getum við tryggt og við til þess að vita hvort það sé réttileg, þá verðum við að vera með einhverjar mælingar. Og þetta er svarið við því. Ekki til þess að nota gegn, heldur til þess að styðja. Og ekki ein pakkalaust fyrir alla, heldur svona mismunandi útfærslur. Já, ég vil nú að horfa þetta aðeins líka út frá því sem ég verið að vinna mest að undanfarin ár sem er þáttaka foreldra í námi barna sinna. Ég hlakka til að sjá að þið munu vinna að því líka að gera þeim einhvern veginn aðgengilega leiðist til að skilja hvað þið er fram. Það væri bara, ég hlakka til að sýna þér. Já. Því að þau niðurstöðuna sem að við erum að vinna með, það sem þau fá, er eitthvað sem að foreldrar hafa aldrei fengið áður á Íslandi. Þannig að það verður ótrúlega áhugavert að ég held að upp úr því muni líka vakna nýjar hugmyndir það, hvernig við getum fara að vinna enn betur saman. Já, og virkja svolítið foreldra betur. Það verður svona meira sértækt. Já, ég þarf að hjálpa barninu mínu með þennan hérna hlut. Hvernig ger ég það? Já, akkurat. Og þá þurfum við að vera í samtali og samvinnu og styðja foreldra allra barna. Já, akkurat. Því að þau eru upplýst. Og við sjáum það náttúrulega eins og í nýjustu rannsóknum að börn, svona bara skólagöngu og högum barna verðendum uppruna að það hallar á. Það er bara til dæmis. Og foreldrar oft í allt of lausum tengslum við skólann og skilja ekki nógu vel hvað framfer. Þannig að við höfum talað því. Af því okkur er mjög umhugað að skólinn sé það jöfnunartæki sem að skólanum er ætlað að vera. Já. Sko, því hefur svo sem heyrst fleygt að því að maður fer alltaf gagnrýni á allt og þið fá það auðvitað líka þó þið hafi fengið mikið hrós fyrir starfið frá því að miðstöð menntunar og skólaþjónustu var stofnuð. Já, en þá er það sko að þetta sé einhvern veginn að taka af hlutverki kennarann að það verði allt svo miðstýrt. Er þetta, jafnvel hefur heyrst sko að þetta sé árás á fagmennsku kennara að þið hafið ekki trú á þeir geti gert allt þetta sem þarf að gera? Ég held að það þurfi alls ekki að taka því þannig, því að sko á sama tíma, ef við gerum ekkert og höldum bara áfram með þetta hafi þess það var, að þá verður enn meiri munur. Því að sumi skólar, stærri skólar, eru það miklu betur stakkbúin til þess að finna útrúsöllu saman að þetta er mjög flókið. Þú veist, þetta er bara gríðarlega flókið verkefni sem kennari fær, þú veist, að fá aðalnámskrána og ætla að kenna þetta og tala inn í alla þessa hluti. Þannig að við tökum það bara mjög alvarlega, þú veist, það er engin skyldugur til þess að lesa aðalnámskrána og engin skyldugur til þess að skoða stuðningsefni frekar en viðkomandi vill. En mig langar til að sjá það að við erum að klára núna að búa til svona stutt örnámskeið. Mig langar til að sjá það að skólastjóri hafi þann metnað fyrir sinn skóla að kennarar taki það námskeið. Fari í gegnum uppfærða aðalnámskrá og sjáu hvernig hún nýtist inn í, af því að hún nýtist mjög mikið við leiksagnamati til dæmis. Og prófin eru valkvæð þessi 4 ár. Já. Þannig að kennari þetta ræður. En ég veit þetta líka að
skólastjóri að taka ákvörðu fyrir sinn skóla að segja, þú veist, við í þessu skóla Gerum þetta. Gera þetta. Já, akkurat. En þá er líka hægt að taka samtali þar innan, en svo er líka sem sveitafélög sem að taka ákvörðu fyrir sína skóla, þannig að þessu, þú veist, þannig við erum svona, en við höfum samt séð, sko, það er ekki mörg sveitafélög sem að hafa staðið upp og sagt, við ætlum að gera þetta, það er ekki mörg sveitafélög, en sko, eitt sveitafélag stóð upp og sagði, okkar skólastjóri er búin að ákveða að allir ætla að biðja að þetta verði gert. Námskeið, starfsrónaverkefni til þess að setja sig vel inn í allt þetta sem við erum búin að tala um. Já. Og við sem ömmur báðar tvær, við fögnum þessu náttúrulega líka. Nákvæmlega. Er ekki komið tíma á að búa til eitthvað fyrir ömmur og afa? Já, heyrðu, þú veist, mæltu manna kvenna heilugst. Já, ég held að fólk hafi gríðarlega áhuga á þessu, svona grínlaust. Bara, við vitum öll hvað skólinn er mikilvægur í lífi barns og að barnið líði vel í skóla. Því að ef okkur líði vel, þá er auðveldara að læra. Þannig að við megum ekki gleyma því, það skiptir og það höfum við gert vel. Og við þurfum ekki að hætta því, en þú veist, við ætlum að skoða hvernig þetta munur reynast og ég veit alveg að jafnvel skólastjóra sem að voru kannski ekki rosa spenntir fyrir þessu námsmati eru jafnvel að segja við höfum gefið of mikið færi á okkur að vera ekki með mat. Já, það er heist, ég sammála því. Þannig að þú veist, það er ekki hægt að vera ekki með neitt mat. Og þetta held ég að... En nú munum margir mótmæla, þú segir ekki neitt mat. Ég meina miðlægt mat. Já, miðlægt mat. Ég er að meina því að því að þetta er samkvæmt þetta aðalnámskrá, þá þetta er lokamat. Já, nákvæmlega. En áherslan hefur kannski verið miklu meira á leiðsagnamatið og svona andúðin á gömlum samræmdum prófum. Og við erum að tala inn í það. Já, hún fylgir svolítið til að byrja með. Við erum að bara við erum algjörlega að vinna í samræmi við þetta mikla samráð sem varð þetta málefni. Að þetta yrði hluti og við erum að hluti af námi og kennslu og við erum að horfa á þessa hringrás mats og kennslu. Þú veist, þú ert að undirbúa eitthvað ákveðið, svo færið ykkur niðurstöðu, þú aðlagar eitthvað, þú metur hvernig það gengur og heldur áfram að, þannig að þetta sé Þetta er skýr kennslufræðileg stefna. Nú hefur við aðalega talað námskrá og námsmat, en svona örstutt í lokin, þá langar mig að þú nefnir hin stóru verkefni sem þeir eru með, að við förum inn á vefinn, sem ég ætla svo sem að gera eins og til dæmis núna. Já, þetta er sko fjölmörg einhvern veginn stór verkefni hjá ykkur, til viðbótar. Aðeins bara, hvar eru þessi stóru? Einmitt. Það er gaman að, þú veist, við erum þetta eins og þú segir, sko, námsefni, talandi sko, eins og við nefndum rétt aðeins áðan. Þú veist, það verður að vera til rétt námsefni til þess að mæta börnum á því stað sem það er. Og við erum að byrja aðeins að vinna því að aðlaga námsefni. Já. Og í samvinnu við hagþengi, þar getum við nota gervigreindina. Að gera námsefni örlítið auðveldara, jafnvel að setja aðra karaktera inn í námsefni þannig að þetta sé svona þessi sem skiptir mjög miklu máli fyrir drengina. Erum við ekki samt ennþá dálítið í hann fekk bók og hún fekk nál og tvinna? Nei, hún ekki. Kannski getur það orðið þannig. Þú veist, við þurfum að passa það. En sko nemendagrunnur, það er þetta grunnurinn að þessu öllu saman. Þú veist, það var ekki þannig að það væri á einu stað yfirleitt yfir öll börnin okkar sem að hljómar þetta eins og við séum að koma úr forneskju. Þannig að hverju ári voru 400-600 börn sem að enginn vissi hvar var. Þannig að við erum núna í fyrsta skipti með miðlæga innritun inn í skóla, þannig að barn getur ekki farið úr einu skóla nema að vita í hvað skóla það fer. Nákvæmlega. Og þannig að þetta gefur okkur líka bara, og þetta er grunnurinn fyrir því að geta lagt fyrir þessi próf og að gögn fylgi nemenda og síðan þetta hægt að fara að tengja fleiri grunna, allt út frá persónuverndar-upplýsingum og allt það. Já. Aðalnámskráin, við erum með þetta að skoða þessa vellíðan, þannig að við erum með nokkuð verkefni þar, við erum með förunni til barna sem er mjög áhugavert námskeið, alveg 12 vikur fyrir foreldra og hefur verið að ganga alveg bara, svo ég segi eins og bara ævintýralega vel. Já. Þetta er mikil ánægja hjá foreldrum, þetta er áherslanu þetta í leikskólanum, en líka í fyrsta bekk grunnskóla. Síðan erum við þetta líka með verkefni sem heitir Heillaspor. Þar er verið svona að leggja áfallamiðuð nálgun, það sem er verið að búa til
bekkjabrag, búa til menningun í skólanum, þar sem að verið að leggja áherslu á það að við berum öll ábyrgð á öllum börnum. Þannig að barn sem að lenda í vanda, þú veist, fer út á skólalóð, að þar barni líka gripið, líka mötuneytinu og þú veist, þannig að... Já, þessum erfiðustu stöðum eins og við þekkjum alla tíð. Er þetta hluti af farsæld nemenda eins og stendur? Já, þannig að þetta svona, þú veist, að vera að mæta börnunum og síðan erum við þetta líka með landsteimið sem svona hluti af fagrað eineltismála, þannig að foreldrar sem að lenda í mjög þungumálum, finna ekki lausnir, geta leita til okkar. Þannig að það hljómar mjög vel. Já. En svo erum við fullt annað sem að alls konar tilraunverkefni í gervigreindinni og alls konar samstarfsverkefni og við erum vonandi að sjá ný skólaþjónustulög núna í haust. Þannig að það verður þetta rosalega mikilvægur viðbót inn í þessa heildarsýn, sko. Þannig að þetta sé meiri stuðningur, meiri líka bara starfsþróun, boðið upp á fleiri starfsþróun í tengslu við þetta allt saman. Já, við höfum náttúrulega séð það hérna á menntavísindasviði, hversu mikill lykill hún bæði að góðu skólastarfi, að velja kennara og fleiri. Já. Ég sé að við þurfum að taka annað svona samtal næsta áramót. Takk. Það verður margt best. Það verður margt best. Já, Takk fyrir. Kæra þakkir. Takk. Takk.